Já, þá komið að þessu dæmablaði 5.7 sem í rauninni síðasta dæmablaðið fyrir jólapróf. Og hérna verið að nota myndunarvermi sem við talaðum í fyrirlestrinum þennan kafla 5.7, þar sem að myndunarvermi allra efna ef ég tek eitthvað efni, að þá væri myndunarvermi eitthvað sem væri þessi sameind væri búin til úr frumefnum sínum og sínu stöðugasta formi, sem í þessu tilfelli hérna erum við með natríum, hérna erum við með vetni, þannig að hérna væri það hálft Hg plús hérna súrefni sem á sínu stöðugasta formi O2 gas, þannig að hérna værum við væntanlega með 2/3 til þess að fá út hérna O3. Nei, það ekki 2/3 heldur 3 aðrir. Og þetta hérna myndi gefa þá 1 mól af þessu efni og delta H sem að við fáum þá út úr þessu hér það sem við köllum myndunarvermi fyrir NaHCO3 og það myndi vera á föstu formi. Hvaða orka binst eða losnar við það að búa til 1 mól af þessu efni úr frumefnum þess á stöðugasta forminu. Og þetta síðan þessi gildi sem að eru gefin bæði töflu 5.3 í bókinni, þar sem að við erum með hérna talsvert af efnum og gefin hérna gefið í kílósjúlum á mól, hvert myndunarvermið og síðan ég hérna með líka töfluna, sem sagt viðauka C í bókinni, þar sem að efnunum raðað hérna eftir stafrófsröð, eftir frumefnum og auðvitað á ensku, þannig að það byrjar ál, baríum, berílíum og þetta eru svona 2 dálkar á hverri blaðsíðu og farið í gegnum notukerfið, auðvitað fjarri því að vera tæmandi listi, en hérna ættum við að geta fundið allt sem við þurfum að nota í þessum dæmum. Nú, já, ég ætla að ná í eitthvað svamp. Þannig að fyrsta dæmið, þarna erum við með efnahvarf, þar sem við erum með efni natríum-vetniskarbónat eða natríum-bíkarbónat hvarfast við saltsýru, gas sem sagt, og það myndast sem sagt salt, natríumklóríð, vatn á vökvaformi og koldíoxíðgas. Og það sem að við notum alltaf þessi jafna til þess að finna hvert hvarfvermið eða delta H hvarf fyrir þetta hvarf að við þurfum að finna delta H myndunarvermið fyrir hvert og eitt af þessum hérna efnum og setja það svo inn í þessa jöfnu þar sem að við erum með að delta H hvarf og þetta 0 þýðir bara 25 gráður sama sem summan af og þá það hérna fjöldi móla sem reyndar bara 1 hér í öllum þessum hérna tilfellum sinnum delta H myndunarvermi fyrir myndefni. Svo það sé á hreinu þá alltaf myndefni hérna megin og hvarfefni hér. Mínus summan af myndunarvermum fyrir þá hvarfefni, delta HF hvarfefni. Og þetta alltaf gefið fyrir þessar staðalaðstæður sem eru þá 25 gráður Celsius og 1 atmosfera þegar við erum að tala gas. Hérna ef við tökum þetta án þess að vera komið með tölurnar, tökum bara þessar sameindir, þá myndum við hérna vera með 1 mól sinnum myndunarvermið fyrir natríumklóríð. Þetta hérna sem sagt nennir maður og ég vildi ekki að skrifa upp svona nákvæmlega, ég ætla að gera það núna, ég ætla að hafa svona hornklofa utanum, fyrst myndefnin, plús síðan væri það þá 1 mól sinnum myndunarvermið fyrir H2O og ég ætla að setja hérna liquid, en auðvitað maður alltaf með öll ástundin hér, þannig sjálfur sér
ætlar nú kannski ekki að ganga svona langt, plús 1 mól af delta H eða myndunarvermið fyrir CO2. Þetta þarf vist ekki, svona já. Og þarna erum við þá komin með myndefnin, mínus hvarfefni, og ég verð bara að gera það hérna í línunni fyrir neðan, mínus hornklofi, og þá er það 1 mól sinnum myndunarvermið fyrir natrium vetniskarbonat eða natrium bikarbonat sem er delta HF0 NaH CO3 mínus 1 mól og hérna er það þá fyrir HCl. Og þetta viðurkenni ég að þetta skrifa ég nú bara upp í þessu fyrsta dæmi. Svo er náttúrulega, eða það sem að byrjar á í rauninni er að finna hver eru þá myndunarvermi fyrir þessi efni. Mér hefur þótt þægilegast að setja bara að þetta væri svona eins og dálkur hérna fyrir neðan eða lína eins og í töflu og ég skrifa þá töflugildin hérna og einingin er alltaf kílósúl á mól. Þannig að hérna erum við með NaHCO3 og það er hérna, sódíum bikarbonat. Þetta hér gefur mínus 947,7. Mínus 947,7 og það eru þá kílósúl á mól. Svo er hérna HCl gas, það er hérna hér efst. Hérna erum við með mínus 92,30 kílósúl á mól. Svo er það natriumklóríð, saltið sjálft og það er hér og þetta gefur mínus 410,9. Mínus 410,9. H2O hérna á vökvaformi, við erum hérna sett bæði með vökvaform og gasform, þar að maður verður að passa sig að velja rétt gildi, sem er þá mínus 285,8 kílósúl á mól og að lokum CO2 sem að er hér, CO2 gas og þetta er hér mínus 393,5. Mínus 393,5 hérna. Svo setjum ég þetta þá inn í jöfnuna og þá erum við hérna með 1 mól og hérna í þetta skipti ætla ég líka að skrifa upp hérna með kílósúlum á mól og þá tekum við fyrst hérna natriumklóríð, þá erum við með mínus 410,9 og þá er það kílósúl á mól. Plús, af því við erum alltaf með plús á milli, þetta summumerki þýðir það. Og síðan myndum við vera með 1 mól af hérna fyrir H2O sem er þá mínus 285,8 kílósúl á mól. Plús, og svo er það CO2, þess að plús 1 mól. Sinnum mínus 393,5 kílósúl á mól. Og þetta hérna, ég ætla að reikna svo út úr þessu frá eftir, þannig ég ætla að hafa svona slaufusögu hérna fyrir neðan. Og svo mínus. Og þá værum við með hérna hvarfefnin sem að eru hér. Þannig að það er mínus 1 mól af natrium bikarbonati. 1 mól sinnum mínus 947,7 kílósúl á mól plús og síðan var það HCl og það er 1 mól sinnum og hvarfvermið fyrir HCl er mínus 92,30. Mínus 92,30 kílósúl á mól. Og þetta, ég kem ekki til með að skrifa þetta aftur, þannig ég skrifa alltaf mól og kílósúl á mól. En þá ger ég bara, þá vitið allan af því að mólin styttast þá út á þennan hátt. Þannig að við erum bara að fá út kílósúl. Svona. Og hérna er þá líka einhver
útkoma hér. Þannig að hérna ég með, og þetta var ég nú búin að reikna áður, mínus 1089,9 kílósjúl mínus, og svo það hérna innan þessa sviga hér erum við með mínus 1040,0 kílósjúl. Þannig að við erum í rauninni að fá hérna mínus þessi hérna tala. Þannig að hún verður plús. Þannig að þetta í rauninni að delta H hvarf sama sem mínus 1089,9 kílósjúl og svo það þá bara plús 1040 kílósjúl. Þannig að út úr þessu koma mínus 49,1 kílósjúl. Það þá hvarfvermið fyrir þetta hérna efnahvarf, miðandi við að við séum með 1 mól, 1 mól, 1, 1 og 1. Svo hérna í dæminu sem kemur næst, þá ætla ég svona að leyfa mér að skrifa hérna, sleppa því að skrifa jöfnuna með öllum sameindunum inni og ekki að segja mól sinnum kílósjúl á mól, heldur setja bara tölurnar beint. En þá allavega þið búin að sjá það einu sinni. Þá það liður B. Það í lagi að taka þetta út. Dæmi B. Þar erum við með glúkósa, fastan glúkósa, C6H12O6 og hann á föstu formi, pluss 6 súrefnissameindir eða 6 mól af súrefni, verður þetta sem bara brunahvarf. 6H2O. Það getur vel verið að eitthvað af þessu, ég veit að eitthvað dæmi á eftir var allavega líka sýnidæmi. Þá bara fáið það tvisvar sinnum beint í æð. Hérna myndum við þá vera með delta HF0 í kílósjúlum á mól. Og hér erum við líka með allt þetta, dæmin eru auðvitað sér sniðin af því sem í bókinni. Þannig að fyrir glúkósa hérna, C6H12O, sem hér, mínus 1273. Mínus 1273. Og hérna ekkert komma neitt, þannig að maður veit að við verðum ekki með útkomuna, að þá verður ekki neitt aukastafi fyrir aftan komu, út af þessu. O2 frumefni, þannig að það bara 0. Og það mynduð þið líka finna í hérna, þessum appendix hér, að hérna erum við alltaf eins og með ál, að það 0, berilíum fastefni 0, þannig að frumefnið sjálft, og ef ég finn hérna eitthvað gas, eins og hérna að N2 gas hérna, að það gefur 0. Þannig að öll frumefnin gefa 0. Af því að það kostar enga orku að búa til frumefna sínu stöðugasta formi úr frumefna sínu stöðugasta formi. Nú svo var það CO2 sem var komið áður. Það var mínus 393,5 og síðan var vatn á vökvaformi mínus 285,8. Og síðan ætla ég bara að setja hérna inn í þessa jöfnu. Tek fyrst þessi hérna myndefni og margfalda með stöðlunum. Þannig að hérna setja þá inn 6 sinnum mínus 393,5 pluss 6 sinnum mínus 285,8. Þetta þá svíinn fyrir myndefnin, mínus svíinn fyrir hvarfefni, sem þá bara hérna einu sinni. Þannig að þetta bara mínus 1273 og svo þetta bara 0. Svo ég get svo sem sett hérna en vissulega þarf ekki að gera það. Svo fæ ég þá út úr þessu,
Hérna erum við þetta bara með þegar þetta hérna kemur saman, þá þetta bara plús 1273. Þessi svíi gefur mínus 4075,8 og hérna verður, og þetta eru náttúrulega kílósjúl eins og áðan, það þýðir að margfalda 6 mól sinnum mínus 393,5 kílósjúl á mól. Þannig að mólin styttast út, en þið verðið að passa ykkur á því að þetta hérna þá mínustala og önnur mínustala. Þannig við erum að leggja saman 2 mínustölur og fá stærri mínustölur. Þessi hérna erum að margfalda saman mínusa, þannig að hérna kemur plús. Og út úr þessu kemur mínus 1803 kílósjúl. Ef allt rétt lagt saman og rétt margfalda saman. En hérna, það mjög gott að reikna svona út úr hverjum sviga fyrir sig, myndefni og hvarfefni, ef að þið gerið einhverja vitleysu, og ég tala ekki þegar ég að fara við próf hjá ykkur, og hérna, það svona fljótlegra að finna vitleysuna ef ég sé strax að útkomin ekki hér eða rétt hér eða hér. Já, svo var dæmi C. Þannig að þetta þau eru öll svona, hérna þessi fyrstu dæmi. C-liður, þá erum við með etín, 3C2, H4, gas, pluss 6, og hérna kemur kolmónoxíð til tilbreytingar frá koldíoxíði, pluss 6 vetnissameindir hér, sem eru frumefni. Þetta verður að bensen, 2C6H6, og það á vökvaformi, pluss 6H2O, liquid, aftur. Og þessi efni eiga nú heldur öll að vera hér líka. Hérna etan, hérna C2H4, etylen. Já, það hérna, annars verður H2 ef það verður etylen, eins og ég sagði áðan. Etylen. Nema það, að hérna erum við með, já, hérna á að vera delta H F0 kílósjúl á mól. Og hérna erum við þá með 52,30. Kolmónoxíð, CO mínus 110,5. Vetni 0, frumefni. Bensen hérna í þriðju línu, það 49,0 og það plús, eins og etylen. Og vatnið var síðan eftir sem áður mínus 285,8. Og svo fer þetta þá inn í þessa jöfnu, þar sem eru myndefni mínus hvarfefni, og hérna myndi það þá vera tvisvar sinnum 49 pluss 6 sinnum mínus 285,8, og þetta síðan mínus hvarfefnin, þrisvar sinnum 52,30 pluss 6 sinnum mínus 110,5, og svo það bara pluss 0 sem ég ætla bara að sleppa núna. Og út úr þessu hérna, það sem ég sparaði að vera búin að reikna þetta út áður, þetta mínus 1616,8 kílósjúl, og hérna mínus 506,1 kílósjúl. Þannig að þetta verður 16,8, og svo að þetta mínus sinnum mínus verður það pluss 506,1. Og út úr þessu kemur mínus 1110,7 kílósjúl. Þetta þá myndun hvarfvermið fyrir þetta efnahvarf. Og hérna voru allstaðar, allavega einn aukastafi fyrir aftan kommu, og þess vegna get ég gefið dæmið sem 0,7.
Síðasti liðurinn í dæmi 1, D. Hérna eru efni sem að reyndust ekki vera þarna í þessari töflu 5.3. Þannig að ég þurfti að fara í viðaukann til að finna það í bókinni. 3NO2 plus H2O myndar hérna, þetta er saltpéturssýra, HNO3, AQ plus NO gas og delta H myndunarvarmi. Það var sem sagt að eina sem var hér er vatnið, mínus 285,8 fyrir vökvann. Síðan þurfti ég að fara í hérna viðaukann og hérna þegar við erum með svona efni sem að nitur er í, þá getur maður farið beint í nitur eða nætrógen sem að má við sjá, hérna. Og hérna erum við þá með þessi gildi. Fyrsta lagi var það nú NO2, það er einhvers staðar hér og það er NO2 gas og þetta er þessi fyrsti dálkur, delta HL. Svo eru einhver önnur gildi hérna fyrir aftan í dálkunum. Hérna erum við með 33,84. Síðan erum við hérna með HNO3, saltpéturssýru, og hún getur bæði verið sem gas og sem hérna leyst upp í vatni, og við erum að taka leyst upp í vatni sem að gefur mínus 206,6. Og að lokum hérna fyrir NO sem er hérna einhvers staðar, það er 90,37, það væri sem sagt hérna 90,37. Hvort sem þið svo sjáu þetta ekki, þá er þetta hérna í töflunni. Þegar maður er komið með gildin, þá er það bara myndefni og mínus hvarfefni. Delta H0 hvarf er sama sem tvisvar sinnum, og þá er það saltpéturssýra, mínus 206,6 plus, og svo erum við bara með einu sinni NO og það er bara plusgildi, þannig að við getum bara gert hérna 90,37 mínus, og svo er það þrisvar sinnum 33,84 plus, og svo er það bara einu sinni, þannig að það er mínus 285,8. Hefði þetta bara mátt segja strax beint mínus. Þetta er bara gamall vani hjá mér að halda alltaf plusnum á milli. Hérna þetta er mínus 322,83. Svo kemur hérna mínus, og innan þessa hérna sviga erum við með mínus 104,7, og þetta eru auðvitað allt kílósjúl hérna. Sem að gefur náttúrulega bara mínus 322,83 plus 104,7 sem er sama sem, nei, nú er ég að rugla, þetta er útkoman 104,7. Ég er hérna að lesa af töflunni, þannig að þetta er mínus 218,12. Og hér er það þá plus 218,12. Og þetta gefur mínus 104,7 kílósjúl. Þannig að svona eru þessi dæmi reiknað út, og vissulega eins og sjá má, náttúrulega hjá mér líka, það er auðvelt að gera villur í svona, þegar það er marghalda með mínusin í sviga og mínus, þannig að maður þarf svona að halda svolítið vel utan um bókhaldið, en auðvitað svo lengi sem þið sýnið að þið vitið að það er hvernig dæmið eru sett upp, þá er skiptir það alltaf mestu máli. Þannig að endilega sýnið alltaf útreikninga. Nú,
þá er það dæmi 2 og í því dæmi þar reyndar hérna held ég örugglega dæmi 2 sama og annað sýnidæmi. En ég ætla að taka þetta samt og svo hérna dæmi 3 sem sagt svipað. Hérna erum við í rauninni í þessum dæmum, þá okkur gefið hvarfvermið fyrir hvarfið en síðan vantar myndunarvermi fyrir eitthvað eitt efni. Þannig að við hérna þekkjum myndunarvermi fyrir 3, það vantar fyrir 1 og við eigum að finna hvað það er. Svo það er bara sama jafnan nema þetta er bara spurning að einangra rétta stærð. Þannig að okkur er gefið það að við erum hérna með natriumhydróxíð pluss saltsýra, þetta er sem sagt bara sýra pluss basi verður salt pluss vatn, natriumklórið pluss H2O og okkur er gefið það að delta H fyrir þetta hérna hvarf er sama sem -60 kilojúl á mól. Og ég ætla að gefa mér það að þetta séu hérna 2 marktækir stafir, þó að samkvæmt ströngustu reglu væri það bara 1. Síðan okkur gefin hérna myndunarvermin fyrir natriumhydróxíð, það er -469,6, þetta þetta kilojúl á mól. Fyrir HCl það -167,2, fyrir H2O það -285,8 og það þetta hérna sem við eigum að finna. Þannig að eins og dæmið sett upp, þá erum við með hérna að delta H hvarf sama sem og þá erum við hérna með, já, ég ætla bara að setja beint inn að það er sama sem -60 kilojúl á mól. Það er sama sem og svo tökum við þá þessi fyrst myndefnin og það þá, við getum sagt hérna við séum með 1 mól, svona til að passa upp á einingarnar sem við þetta í fyrra skipti sem ég gerum svona dæmi, sinnum og svo erum við þá með þetta delta HF fyrir natriumklórið og það þessi óþekkta stærð sem við eigum að finna. Og síðan það pluss og þá það 1 mól sinnum -285,8 kilojúl á mól fyrir vatn. Og núna að því ég að láta þetta taka svolítið mikið pláss, mínus, svo kemur hérna þá 1 mól sinnum -469,6 kilojúl á mól pluss 1 mól sinnum -167,2 kilojúl á mól. Og ég ætla svona að allavega að reikna upp úr þessum hérna svega og svo ekkert annað að gera heldur en að færa þetta hérna yfir jafnaðarmerkið og hitt tilbaka. Þannig að reiknivélin hér. Þetta -469,6 -167,2. Þannig að hérna erum við að fá -636,8 kilojúl af því að mólin náttúrulega styttust hvert út á móti öðru. Og það auðvitað mínus hérna fyrir framan. Þannig að við erum komin með hérna bara aðeins, já, ég ætla kannski að halda þessu svona, förum hérna niður og segjum að við erum hérna með pluss 636,8 kilojúl, mínus 60 kilojúl á mól þá, hérna meinum við jafnaðarmerkið. Hérna erum við með 1 mól á natriumklórið, þannig að við erum hérna með 1 mól sinnum delta H0F og þetta var óþekkta stærðin, nú ég aðeins má koma mér í vandræði, pluss 636,8 kilojúl
Og síðan myndi þetta hérna vera þá mínus 285,8 kílósjúl þegar ég búin að stytta þessi mól á móti þessum. Svo geri ég ekkert annað en að bara að færa þetta hérna yfir jafnaðarmerkið, höldum þessu hérna eftir, þannig að við erum með delta H0 formation fyrir natriumklórið er sama sem mínus 285, og þetta getum við búin að reikna þetta allt saman þess vegna, pluss 630, nú er ég að færa þetta yfir jafnaðarmerkið. Þetta er hérna mínus 60, svo verður þetta þá pluss 285,8 kílósjúl mínus 636,8 kílósjúl. Og þetta gefur, mínus 60 pluss 285,8 mínus 636,8. Þannig að út úr þessu kemur mínus 411 kílósjúl. Ég hefði nú viljað fá, ég hef kannski eitthvað verið að klúðra með þessi kílósjúl og mól, en það ætti sem sagt að vera, að þetta er svona 1 mól á sinnum þetta hér, að við gætum sagt að þetta væri kílósjúl og mól fyrir delta HF. En þið skulle samt ekki hafa áhyggjur af því, hvernig ekki hafa áhyggjur af þessu hvort þetta sé deilt með mól eða ekki þegar þið eruð að reikna þessi dæmi. En vitið bara myndunarvermi er alltaf gefið sem á mól. Nú, þá er nú ef ég hef gert einhverja vitleysu þá er það allavega aðferðin sem er rétt. Í þriðja lagi erum við þá með svipað dæmi. Hérna erum við með efnahvarfið 4 NH3, sem sagt ammoniak, NH3 og það er á gasformi, plús súrefni gefur 2 N2 H4 og þetta er á vökvaformi, plús 2 H2O. Og gefið er að delta H hvarf í þessu dæmi er mínus 286 kílósjúl. Og við gerum eins og áður að við eigum að finna hérna hvert er staðalmyndunarverfið hér fyrir N2H4. Og hérna þarf maður að taka til þess að við erum með 2 mól hér, en ekki bara 1 eins og áður. Hérna getur maður þá sagt að mínus 286 kílósjúl er sama sem, þá er það 2 mól sinnum þetta, delta HF0 N2H4. Síðan náttúrulega þarf að halda til haga hvaða gildi eru hérna fyrir vatn, sem var mínus 285,8 kílósjúl á mól. Og síðan held ég að nitur NH3, það er raunin eina sem okkur vantar, að því þetta er 0 sem frumefni, þetta er það sem við eigum að finna, þannig okkur vantar í rauninni bara ammoniak og það verði líklega að finna hérna í viðaukanum. Undir, hérna er nitur, NH3 og það er hérna sem gas, mínus 46,19. Það sem bæði gefur sem gas og síðan sem uppleyst í vatni og það eru ekki sömu gildin. Þannig að skiptir alltaf máli að skoða hver eru ástöndin á efnunum þegar maður er að leita að þessu.
En hérna erum við þá með 2 mól sem er þetta óþekkta plús 2 sinnum hitt myndefnið, vatn, plús og síðan erum við þá með hér 4 sinnum mínus 46,19. Já, og svo er þetta náttúrulega bara 0. Þannig að þetta myndi vera svona. Svo er kannski ágætt að reikna bara aðeins upp úr þessu. Segja hérna að hérna erum við með þá 2 sinnum mínus 285,8 og svo verður þetta bara 1 stór mínus 4 sinnum 46,19. Þannig að þetta hérna gefur mínus 756,36 og þetta eru kílósjúl. Já, hérna kemur það sem ég var svona vonast til þess að fá áðan. Líklega hafði ég sett hérna kílósjúl á mól á hérna svarið þar. Það mátti ekki vera. Af því núna get ég bara fært þetta hér yfir jafnaðarmerkið og við erum þá með að 2 mól sinnum delta HF0 N2H4 er sama sem mínus 286 kílósjúl og síðan færist þetta hérna yfir, þannig að það er það plús 756,36 kílósjúl eða mínus 286 plús 756,36 og auðvitað hérna heldur maður á endanum er engin aukastafi fyrir aftan kommu. Þetta hérna myndi vera kílósjúl og það sem að gera þá núna er náttúrulega að deila með þessum 2 mólum hér. Þannig að við fáum að delta HF N2H4 er sama sem 470,36 kílósjúl deilt með 2 mól. Og það er bara absolutt tala, þessi 2 alltaf í efnahvörfum, stuðlarnir. Þannig að hérna fáum þú 235,18 en við eigum ekki að vera með neitt staf fyrir aftan kommu og þannig koma þarna þá þessi mól inn líka. Nú síðasta dæmið sem að ég bætti við á dæmablaði hjá okkur, það var í rauninni að velta fyrir sér hvort að við værum með efnahvörf sem að sýndu staðalmyndunarvermi efnasamband á réttan hátt. Og ég ætla bara rétt að rifja upp að þegar við erum að finna staðalmyndunarvermi þá erum við að finna 1 mól af efnasambandi bandi er það ekki við hérna bara 25 gráður Celsius og 1 atmosféru, sem sagt bara við þessar staðalaðstæður. Og það þarf sem sagt að búa það til úr frumefnum á sínu stöðugasta formi og við náttúrulega staðalaðstæður sem eru þá þarna þessar 25 gráður og 1 atmosféra. Og það er þá ágætt að kannski hafa bara í huga að þegar við erum með þessi efni eða erum með lotukerfi þá eru örfá efni sem að við þurfum að hafa í huga að við tökum ekki bara sem stök atóm úr lotukerfinu heldur sem hérna tvíatóma sameindir og það eru bara vetni, nitur, súrefni, flúor og síðan halógenatir allir, Cl2, Br2, I2 og væntanlega þetta 1N hvort að það var, já ég ætla ekki að reyna að muna hvað það er. En þessi hérna efni eru þess að tvíatóma sem á sínum stöðugasta formi sem frumefni. Annars eru allir málmar bara sem stök atóm, allir málmarnir. Eðalgastegundirnar eru náttúrulega þarna í síðasta flokki
bara stök atóm, og öll önnur frumefni eftir þess að ég best man eru líka stök atóm, eins og fosfór, kolefni og svo framvegis. Þannig að það er helst þessi sem að þarf að hafa í huga að frumefnin eru ekki stök atóm heldur tvíatóma sameindir. Og já, þá ætla ég að finna þessi dæmi hér. Sjá. Þetta var dæmablað bara því ég bætti við þessu síðasta dæmi. Þetta var 5.7. Já, hérna kemur það. Dæmi 4. Og það er sem sagt að sýna eftirtalin efnahvörf staðalmyndunarvermi delta H0F efnasambanda. Þannig að það er verið að spyrja hérna, eru hvörfin rétt staðalmyndunarhvörf? Og ef ekki, þá getum við sem sagt lagfæra. A, þar erum við með 2Na á föstu formi pluss hálft súrefni gefur Na2O fastefni. B, þar eru það 2 kalium á vökvaformi pluss klórgas gefur 2 KCl(S). Og C, þetta erum við með glúkósa C6, H12, O6, það er á föstu formi og það verður C, demantur, það er sem sagt fast form, pluss 6 H2 gas pluss 3 O2 gas. Nú, ef við skoðum þetta fyrsta, þá sem sagt þurfa frumefnin að vera á sínu stöðugasta formi við 25 gráður. Natrium er fast efni, þetta er málmur og hann er hérna á föstu formi. Það er að bara kvikasilfur er eini málmurinn í lotukerfinu sem er á vökvaformi við 25 gráður. Þannig að natrium er á föstu formi. O2 er eitt af þessum frumefni sem er sem tvíatóma sameindir. Þannig að hálft O2, þetta er rétt. Og við erum hérna með bara 1, þannig að þetta er 1 mól hér. Og þetta gengur upp, það eru 2 natrium, 1 súrefni og hálfur sinnum 2, hálfur. Þannig að þetta hérna er rétt. Í dæmi 2, þá kemur sem sagt strax í ljós að við erum ekki með 1 mól hér, heldur 2. Þannig að við þurfum að breyta þessu. Þannig að við erum með hérna 1, við það verður þetta 1 og þetta hálfur. Síðan að auki er verið að gefa hér málm, kalium, sem vökva, en hann verður að vera sem fastefni. Þannig að þetta hérna breytist þá og verður S. Þannig að þetta var ekki rétt, en sem sagt leiðréttingin er svona. Þannig að kannski ef ég held hérna upprunalegu svona, að þetta hérna er rangt og í rauninni á þetta verða KS pluss hálft Cl2 gefur KCl(S) og svona er þetta rétt. Nú hér hins vegar er hérna auðvitað frumefni að vera hvarfefnamegin. En hérna er myndefnið faktist, er það látið sundrast í frumefni. Þannig að fyrsta sem maður þarf að gera er að snúa þessu hvarfi við. Og svo vill svo til að demantur er ekki stöðugasta form kolefnis. Þannig að við erum hérna með karbon
ætla að sjá hérna hvort að ég sjái það sem að þið sjáið. Ef við erum hérna með kolefni, þá erum við annars vegar með CS demant og hins vegar CS grafít. Og demantur með hérna delta H myndunarvermi 1,88 en demantur grafít hins vegar 0. Þannig að það hérna frumefnið, það myndi vera grafít. Þannig að við breytum þessu hérna í grafít og svo þarf að snúa til þess að þetta verði rétt. Þannig að hérna fáum við þá C, grafít og það á föstu formi, plus 6 H2 gas, já ég var ekki einu svona að ræða það, en þetta hérna rétt, sem sagt H2 og O2 á gasformi rétt og það rétt að þetta hérna náttúrulega 1 mól og það á föstu formi. Það bara vitleysu megin. Plus 3 O2 gefur C6 H12 O6 fastefni. Og þar með þessu síðasta dæmablaði lokið fyrir jól. Svo ég bara takk fyrir.